kafla 19 í rafmagnsfræðibók 2 og við ætlum að skoða núna sérstaklega hvernig hverfisegulsviðið inn í svona mótor myndast og þessa spólur sem við sjáum í hérna, það eru þær sem að búa til þetta hverfisegulsvið og skammhlaupsmótorinn þriggja-fasa, hann er kallaður skammhlaupsmótor vegna þess að eins og þið sjáum að hann er snúðurinn er skammhleyptur til endana. Það er þessi skammhlaup hérna megin, sitt hvora megin og síðan liggja leiðarar á milli. Við fórum í þetta líka í síðasta tíma og hérna er sýnishorn sem við eigum hérna á staðnum þar sem við getið skoðað betur. Sjáum hérna alveg í leiðarana og svo sjáum við hvernig að bæði sáturjárnið er skipt upp með þynnum til þess að minnka hverfistraumstöfl og segultræðutöfl og svo sjáum við þessa vindinga hérna sem að búa til hverfisegulsviðið. En nú ætlum við að skoða hvernig hverfisegulsviðið myndast. Og hérna byrjum við á því að teikna þetta upp og miða við einhverja tvo staði sem sagt í þriggja-fasa spennunni. Sjáðu hérna er skrifarinn L1, L2 og L3 og við erum búin að láta ykkur fá þessar myndir og við ætlum að teikna tvö tilvik þar sem að við erum með hérna mert A þegar að L1 fasin er í hámarki og þá eru jafn stórir neikvæðir hérna L2 og L3. L3 er lækkandi hérna en L2 er að minnka með sína neikvæða spennu hérna þegar þeir mætast hérna. Þannig við skulum skoða það tilfelli. Þið skulum merkja við hérna þessa tvo staði sem að þegar L1 er í hámarki það væri þá A ég held að þá er það þetta hérna og við þurfum þá að merkja inn á ok, svo er ég komin lengra hérna það fara tilbaka hérna svona þá höfum við sem sagt þá byrjum við að merkja inn á þetta vegna þess að L1 er jákvæður þá merkjum við straum á U1 inn sem sagt á blaðinu eins og þið sáuð þarna ég ætla aðeins að hoppa yfir á blaðið sem við vorum með hérna þetta hér að þá var U1 hérna og þeir tengjast svona saman efra vafið tengist niður á neðra vafið og þannig skulum við merkja þetta inn á mótorinn U1, U2, VF1, VF2 og 2F1, 2F2 og þetta merkjum við sem sagt hérna inn á hvar vöfin koma sem sagt U1 kemur hérna síðan kemur VF1 hér líklega svo sjá þannig að við hérna það er alltaf ákveðið fjarlægð á milli þessara hérna tenginga inn sjáuð hérna er U1 síðan kemur kannski fyrir hérna VF1 og svo er 2F1 hérna en við takið eftir því að örvarnar á straumnum þessa örvar sýna strauminn í gegnum vöfin og þær þegar að spennan í jákvæð þá fer straumurinn hérna inn þar sem er merkt U1 en ef að spennan er neikvæð þá er straumurinn út
á VAF1 til dæmis, á báðum hinum. Þeir voru báðir neikvæðir, jafn neikvæðir. Þeir voru með jafn háa neikvæða spennu. VAF1 er þá að fá straum út og 2V VAF1 er að fá straum út líka. Af því að það var L3, 2V VAF1 var L3. Það var að fá straumi líka út, af því að hann var líka neikvæður. Núna teiknið þið þetta inn á og svo skulum við skoða eftir hvernig getum fundið segulpólana. Sjálfsagt munið þið það úr 200 áfanganum. Þegar að við erum með þessa norðurpóla hérna, 3 að neðanverðu, þá köllum við að segulsviðið sé sterkast hérna í miðjunni. Og af því að segulsviðskraftinnar fara frá norðurpól til suðurpóls, þá getum við teiknað svona ör í gegnum þetta. Þessi bláa ör sýnir okkur þá segulmiðjuna, svo kallar við. Þá er þetta segulmiðjan í gegnum mótorinn í þessu augnablikki, í stöðu A, sem að var þessi hér, þar sem að L1 var í hámarki. Okay. Og síðan, hvað breytist svo í rafmagninu? Það er það að spennan á L2 fer í 0, en L3 verður meira neikvæður, sama pólun á L1, en L2 fer í 0. Og hvað gerist þá ef að L2 fer í 0, þá er bara engin straumur þar í gegn og þess vegna færist segulmiðjan hérna til. Áttu ykkur á þessu? Ok. Þá er ennþá sama staðan á U1 og 2V fasan. Það er sami straumur eins og var. Það er bara að segulmiðjan færist til. Það kannski gefa ykkur smá tíma til þess að klára myndina áður en að við skulum skoða bara rétt áfram hérna. Ég sé að það eru flesti búin að skrifa allt inn á þessar 2 myndir, 2 stöður. Við erum búin að sanna það fyrir okkur að vegna breytinga í 3 fasa spennunni þá breytist þessi staða á segulmiðjunni í hverju segulsviðinu og þess vegna snýst hverju segulsviðinu og það spanar upp straum í snúðunum sem að myndar segulpóla sem að síðan elta hverju segulsviðinu, segulpóla hverju segulsviðsins. Þannig að hérna sjáum við svo áfram hvernig þetta snýst. Þegar við tökum þá stöðu C og D, þá verður þetta svona, þá er staða C svona, þið þurfum ekki að teikna þetta upp, þetta er bara eins og við myndum bara halda áfram að skoða þetta og síðan heldur þetta þannig áfram. Þannig að við getum farið þessum allan hringinn með því að skoða þetta. Ég veit ekki hvað ég hef farið langt. Já, ég hef stoppað hérna. Þannig að einhvern tímann klára ég þennan hring. Þannig að hérna fáið þessa stöður allar eftir því hvar við erum stödd í 3 fasa rafmagninu. Og í þessari mynd hérna þá erum við að sjá með sekundu millibili hvernig segulmiðjan færist. Og þetta eru hérna í rauninni þá eins og við sjáum hérna að stundum koma bara 2 segulvektorar. Þá er greinlegt að það er einn fasinn í 0. Það er eins og við skoðum þarna áðan þegar L2 var til dæmis í 0. Þannig
myndast hverfisegulsvið í mótornum. Sko, næst þá skulum við bara halda áfram að svara spurningunum svo að við förum í gegnum þetta efni. Ég ætla aðeins að skoða hvar við erum stödd í kennsluáætluninni samt sem sagt á eftir, en við skulum skoða núna dæmin. Það er þessi vægiskúrfa mótors. Þannig að við sjáum er ræsistraumurinn, hann er kannski 5-faldur eða 6-faldur eða 6-7-faldur eins og kom fram þarna. Málstraumur, þetta er 3-faldur kannski út frá þessari mynd hérna. En við skulum sjá út frá þessum upplýsingum hérna, þá eigum að geta lesið út úr svona töflu. Ef við tökum til dæmis kilowött, 2,2 kilowött, og þá erum við með straumin 4,7 og við erum 8,8 áttfaldan ræsistraum. Þetta er alltaf mikið. Þá er það verið byrjunin hérna. Það verið byrjunin á þessu hér. Það verið áttfald. Síðan lækkar straumurinn niður og endar náttúrulega þegar við erum með málstrauminn í mál. Það er þegar við erum með fullt álag. Málstraumur er við fullt álag og þá erum við með N. N stendur fyrir snúningshraðan við fullt álag. NS er samfasa snúningshraði. Miðað við þá hvað er snúningshraðin á þessum? Hann er 1450 við fullt álag. Og samfasa snúningshraði er 1500 snúningar. Ok. Hvað sjáum við meira? Við sjáum 14,4 newtonmetrar er fullt álag á honum og það er þetta M-mál. Það er málvægið. Það er síðan aftur á móti fullt snúningsvægi, það er aðeins fyrir, það er kannski 90% eða 80%. Já, þetta meina M-max. M-max er þá gefið upp T deilt með, þetta er ræsivægi, þetta er sennilega hámarksvægi, TB deilt með TN. Og sjá, við náum því ekki jú, þetta er TN. Er oftar merkt T-max. Þetta er það. Hvaða línu voru við aftur í? Hérna undir, já. Þá erum við með já, þá er það 4,1 sinnum 14,4. Það er þessi staður hér, max. Þannig að ræsivægið er hins vegar 3,7 sinnum, það er hér. Þetta er ekki sama kurva náttúrulega eins og á þessu mótor. Þetta er bara einhver kurva og einhverju mótor, bara til þess að sýna hvernig þessar stærðir eru teknar. Er hann ekki með svona, þú veist, með svona eitthvað í líkingu við þetta kurva? Já, það fer eftir í, við sjáum að þetta málvægið, þetta er hærra í þessari kurvu í bókinni heldur en ræsivægið. Sér það? Það er bara hærra. Þannig að en ræsivægi oft er meira eins og á 2,2 kilowattum það er 3,7 sinnum en gæti þetta þá verið svona mótor eins og var verið að tala þannig sem það var hversu stór var lífáttum
mótor númer 15 sem við vorum að nota í æfingu 19A, var það ekki þá 1,5 kW? Þið er kannski eftir að taka. En það var hann 2,2, ég man það ekki alveg. Já, það er ekki. Og mér minnir að á þeim upplýsingum hafi verið 2,4 sinnum